Jæja, þetta var Jóhannes Guðmundsson, sonur minn 12 ára, að leika arabesku eftir Berg Müller sem var 19. aldar maður, fæddur upp úr aldamótunum 1800 og er greinilega, hann var nú píanuleikari Berg Müller og þetta er greinilega svona fingraæfinga því að aðalstefi passar svo vel fyrir 5 fingur vinstra hægri handar. En að þessu sinni langaði mig til þess að efna loforð sem ég gaf á Facebook að leita að hljóðriti með söng móður minnar í kössum hérna í Árvei. Og það fannst og ég herti á leitina vegna þess að hún átti afmæli í síðastliðnu viku og það dátti stórt en þó ekki aldarafmæli. En ég fann spólu eða disk með 6 lögum sem hún hljóðritaði í útvarpssal, þó ekki öll í einu, heldur í jafn mörgum útvarpstónleikum, 6 útvarpstónleikum og þetta er eitt þeirra laga slatti af lögum sem hún hlýtur að hafa sungið í 6 útvarpsprógramum. Fyrsta lagið sem er á þessari spólu heitir Mun það senn og textinn er eftir Björn Fransson en tónlistin eftir Viktor Urbansich og ég held að hann hafi örugglega leikið undir fyrir mömmu í þessu tilfelli. Smá upplýsingar Björn Fransson. Ég fékk bréf til Bandaríkjanna 1974, þá veturinn eftir áramót, frá besta vini Björns sem samdi textann. Þar sem að Róbert segir frá því að hann sé nýkominn frá útför, var viðstaddur útför Björns Franssonar. Og nú reynir á mig minnir að hann hafi sagt í Dómkirkjunni og með minni jafnframt að hann hafi sagt að faðir minn hafi jarðsungið Björn. Þetta kann nú að vera misminni, en svona hef ég alltaf haft það. Og ég hef líka sagt að það var óskapleg feigð í þessu bréfi Dr. Róberts til mín, elskulegt bréf sem ég á enn. En skömmu síðar fór hann í fyrirlestrarferð til Svíþjóðar og var bráðkvaddur þar. Ég hafði lofað því á Facebook áður að leyfa fólki að bera saman nöfnurnar, þar sé að söng þeirra. Svo fyrst kemur þetta lag með söng móður minnar, svo kemur vídeóupptaka með dóttur minni Álfeyði. Við skulum láta þetta nægja í bili og hlusta á Mun það senn eftir Viktor Urbansich. Ég ætti kannski að bæta við að þegar þessar hljóðritanir voru gerðar með móður minni þá var hún að nálgast fertugsaldurinn, en upptakan með dóttur minni var gerð í fyrra og þá ætlaði ég og hún sé 27 ára. Hún er að nálgast hátindin í sínum ferli og mun
vera þar næstu 10 ára þar á eftir, en móðu mín var sem sagt umferdugt.
Jæja, þá eru þær nöfnurnar Álfheiður Laufey Guðmundsdóttir og Álfheiður Erla Guðmundsdóttir búin að syngja fyrir okkur og maður spyr sig eiga þær eitthvað sameiginlegt. Það er nú það. Ég hef hugsað þetta undanfarna daga og komist að niðurstöðu. Það sem er augljóst í mínum er það að þær fara báðar eigin leiðir í túlkun. Móður minni þótti það eftirsóknarvert að syngja hæg lög þar sem hún hafði nægan tíma til þess að fara vel með texta og tóna. Hún hafði held ég ekki ánægju af hröðum söng eða kóleratúr, þó hún hafi nú orðið að syngja það með sig á sínu tíma með Dr. Robert. Hún hafði meiri áhuga á svona hægum lögum, sorglögum lögum, eins og Sibelius og Álfheiður líka, Álfheiður dóttir mín, hún hefur sungið mikið mörg lög eftir Sibelius. Og hún fer líka sína leiðir í túlkun og það, ég ætla að láta það nægja, en það er aðalatrið, finnst mér, að hafa kjark og þor til þess að túlka lög og texta á sjálfstæðan hátt. Ég hef heyrt söngkonur syngja Mun það senn, sem við heyrum hér rétt áðan, á tvöfaldarraða með móður mína, sem er náttúrulega alveg á ská við innihald tónlistarinnar og textans. Svo mamma hikaði ekkert við það, bara gera þetta eins og henni fannst réttast. Og það er styrkur hennar og styrkur dóttur minnar. Ég læt þetta nægja, svona frá mínu brjósti, þær stöllur söngkonurnar. En að lokum syngur móðir mín kvöldsöng, eins og nafni gefur til kynna, er það nákvæmlega músikinn sem hún vildi syngja, hafði unun af að syngja. Tónlistin er eftir Hallgrím Helgason. Hann var hér eins og grár köttur í mörg herrans ár í Árvogi. Og ég held sannlega þessi upptaka sé bara gerð hér heima í Árvogi. Mér heyrðist þetta var gamla píanóið mitt, tekið upp með svona möttum hljóðnema. Ég gerði nú eitthvað pínlítið fyrir upptökuna held ég, eða ég reyndi það. En textinn er eftir Sigurð Sigurðsson frá Arnarholti. Og hér kemur þetta lag og takja eftir því að forspilið sem tónskáldið sjálft spilar, Hallgrím Helgason, það er ívið hraðara, svo ekki sem sagt, heldur en hraðin sem móður minn syngur lagið á. Og það er dálítið sérstakt. Hlustum á kvöldsöng Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti og Hallgríms Helgasonar.
Góðu hlustendur og ekki síst elsku börn mín, Jón Emil, Hálfheiður Erla og Jóhannes, nú er þessu lokið. Mér langaði samt til að þakka Álfheiði Erlu sérstaklega og Kúnal, píanóleikara hennar, fyrir dásamlegan flutning á Debussy. Þú ferð þína leiðir, Álfheiður mín, og ég kann að meta það. Og reynda miklu fleiri. Svo langar mig til að segja líka, ég bið að heilsa öllum konum sem að heita Álfheiður, og það eru nú orðnar æði margar, reyndar víða veröld, og eiga flestar eða þessar Álfheiðar eiga rætur ekki til Akureyrar og Páls Árdals og konu hans. Loks ætla ég að biðja Jóhannes að leika aftur hinn víðfræga Bergmüller, arabeskuna, en hann kom hérna heim í Árvog, settist við píanóið og spilaði þetta lag sem ekkert væri til heiðurs ömmu sinni. Og þar með er þessu lokið.